Orðin 4, Mötley Crüe eru komnir á fóninn. Það föstudagurinn 27. maí. Auðun Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti og ég beint á móti mér sitja tveir snillingar. Annar er nú oftast hérna á föstudagum og heitir Steindi Junior. Ertu velkominn? Já, takk fyrir það. Þú ert í þínu sæti? Jú, ég er bara í mínu sæti og er bara fráandi fínn og fyllandi góður. Það er mjög gott að heyra. En við hliðina á honum situr hins vegar snillingur sem hefur einu sinni verið með mér áður í FM 95 Blöð. Já, ég fekk nú ekki heiðurinn að vera með þá. Nei, og þetta er samur heiður fyrir okkur að hafa þennan snillingirna. Hann heitir Sigurjón Kjartansson, verður velkominn. Takk fyrir. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem að þú talar í útvarp hér í 365, eða? Nei. Eða þessu húsi? Nú þyrftu að hafa helviti strassltakkan sem morgun þetta eru með, svona klapptakkan. Já, þegar þú varst að kynna hann inn. Já, einmitt. Svona, veistu ekki hvað það er bjöllu eða eitthvað. Já, það er alltaf svo vant, sko. Það er gaman að Leiðilegt að hafa það ekki, sko. En við byrjum bara á að spyrja þig, Sigurjón, hvernig hefur það? Jú, takk. Bara rosa fínt, sko. Já, góður. Hvað er að frétta? Hvað er að frella? Hvað er að frella mér maður á fössara? Hvernig frellir á þessum glæsilega fössara? Ertu í fössaranum? Ertu farin að nota fössaranum? Ég er alveg allur í fössaranum. Þú er típan sem til að hendi í fössara. Þetta er að segja típa? Já, er það? Já, það ekki. En hvað, þú ert núna bara mest að skrifa, náttúrulega, hérna, maður sér þig bara í fjölmjölum, í viðtölum út af ófærð og annað. Já, þetta getur að gáðaður eitthvað, sko. Já. Jú, það er bara það sem ég geri, sko. Já, þú er celebrity writer. Já. Ertu alveg hættur að leika sjálfur? Ég leik nú hana í myndinni hana á Fúsi. Já, sem að var bæðið veit briljant. Hann var í hreinu skildi líka. Já. Nákvæmlega, Reitskjöldur, það var nú alltilis. Já, þetta var æðislegt undir sem varstu. Já, þannig að sko, jú, ég er ennþá frægur leikari, sko. Og tekur að þér alveg hlutverk. Já. En hvernig að nú var sko eins og hérna Rikki Gervais og fleiri að hrósa ófær á Twitter. Hvernig, vertu alveg hinskilin, hvernig var að fá það, hvernig var bara að sjá það? Það lítur að stórmerkilegt, sko. Mjög gaman, sko. Já. En það kemur samt alltaf upp í manni samt gamli ísfyrðingurinn einhvern veginn, sko, þú veist, hann hefur ekkert hort á ófærð, hann er bara að segja þetta að því þetta var eitthvað. Já, þetta var að trenda eitthvað og hann er bara vill vera með og... Já. Ég var svona strax svona... Tókstu sem með teskiða salti? Algjörlega, sko. Já. En ég bara, þetta var mjög gott. Ég held reyndar að Rikki Gervais væri típan til að horfa á ófærð. Já, ég held það líka. Ég er bara pottur það. Já. Það eru gerð önnur seríu af ófærð? Við stefnum að því á. Það geti bara vel gerst. Og Þetta er potið stærsta verkefni sem þú tekið þátt í, en er þetta skemmtilegasta? Já, þetta er allavega svona, sko, það er náttúrulega bara öll síðustu verk eru kannski skemmtilegust, sko. En þetta er tvímælust lærdómsríkasta verkefni sem ég hef tekið þátt í, sko. En tvíhöfði, hvenær fáið tvíhöfðun okkar aftur í útvarp? Tvíhöfði, hvernig kemur hann aftur? Eins og ófærð? Ég veit það ekki, sko. Tvíhöfði er eiginlega bara alltaf til, sko. Við höfum bara, þegar ég og Jón hringjum í hvern annan á kvöldin, þá er tvíhöfði, sko. Bara þeir eru að spjalla. Þannig að þegar gest tími og þeir í stuði, þá gætu þið alltaf. Það er ekki útilokað. Þið munu einhvern tímann kannski snúa aftur í útvarp. Já, getur verið, sko. Það getur verið. Ekkert að stressa þig? Nei, við erum nú vanir að láta reka okkur, sko. Þú veist, ef við gerum eitthvað. Ég er búin að reyna að láta reka mig hérna í mörg ár, sko. Það gengur ekki. Nei. Það er öllum sama hvað við erum að tala um. Já, byrju nú við. Ég get örugglega að gefa þér eitthvað ráð. Já. Hvernig að láta reka sig? Frá gaman. Nei, við erum, það hefur verið svona dálítið okkar saga í kombökkum tvíhöfða, sko. Já. Við höfum byrjað einhverstað, gerst eitthvað svona smá sem hefur verið reknir. Af því að það þarf aðeins að fara eitthvað að hagræða hér eða Já. og
Já En hann hefur nú smá völd hérna í fyrirtækinu núna, Jón Gnarr. Já, einmitt, sjá hvernig hann að nýta þau. Ekki að ráða tvíhöfða. Nei, nákvæmlega, þetta illa séð sko. Þetta ekkert annað. Þetta voða skrítið. Þetta skrítið, ég sammála. En við erum með, Það eitthvað pólitík í þessu. Veistlandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Hvað ætlar að bjóða hlustendur? Þú ætlar að henda honum Sigurjón í Gettu betur hérna eftir. Algjörlega. Fyrsti þáttur fyrir kvöld. Já, fyrsti þáttur í kvöld að Gettu betur og í tilefni þess þá ætlum nú aðtuga hvort að það sé nú eitthvað Gettu við að hafa alveg upp í Kópavogi. Og Ísafirði. Og Ísafirði, að sjálfsögðu Ísafirði. Það má ekki vanmeta dreifbílinn sko. Þau eru mjög Gettu sko. Við sem komum úr dreifbílum, við höfum meira svona, við erum einhvern veginn, höfum meira edge. Já, algjörlega. Það ítir svolítið svona undir sérkenni manna sko. Að alast upp á Ísafirði mennur sko. Það er hardcore. Það er hardcore sko. Það er hard nokk live þar og menn eru í bullandi strögglega sko. Já, alveg. Þannig að við sjáum hvort að Sigurjón sem Gettu eftir. Ég ætla að henda ykkur í kortmyndur frekar. Og ég er eiginlega með þær spurningar meira svona á Sigurjón Kjartans. Ég er með svona legendary spurningar sem að ég hef spurt ykkur og læt hann svara. Við erum með giftast, sofa hjá, drepa. Já, það er náttúrulega skrítið að senda Sigurjón í það en spennandi. Spennandi. Svo að því ég veit að Sigurjón mikill aðdáandi sturlaða staðreynda, þá ætla ég að henda þeim inn. Aðeins, Gat er að vera að tróða þeim inn, þær eru svo leiðilega. Sigurjón bað þar? Nei, hann bað ekki þar. Hann veit ekki svo hvort að tala. Segðu bara já, Sigurjón. Nei, hann er bara að horfa á sjónvarp. Það er ekkert að spá. Og svo ætlum við í einn legendary tvíhöfða lið sem heitir Honk if you're horny. Já, ég er mjög spenntur að fara í hann. Þá er það, hvernig var að hafa það? Alltaf Sigurjón hann er inni og við fyrir út. Já, það er, Jón Gnarr fór alltaf út hjá ykkur, Sigurjón. Já, ok, og við fyrir það bara út á götu. Já, við fyrir við þetta svona 4:30. Og fólk er náttúrulega bara að beipa ef það er horny vantarlega. Já, og það ekki bara raunin sem sagt nóg að sjá ykkur sko. Já, það er bara nóg að sjá okkur. Já. Horny er meira aukaatriði sko. Já, það er aukaatriði í þessu. En þetta verður spennandi að sjá. Þetta er líka ákveðin svona áhorsmæl eða svona hlustendamæl. Algjörlega, við getum verið kemur í ljós hvort að sé einhver að hlusta á okkur. Já, það verður spennandi. Það er nóg að vera hjá okkur. Ég ætla að byrja þetta hérna á söngara sem að spilaði hér á Íslandi. Spilaði nokkað gott. Fórst á Justin á sínum tíma, Sigurjón? Já, Justin maður, ég missi ekki Justin. Ef hann er í bænum sko. Ef hann er í bænum, þá förum við. Hann er ekki bara í bænum, hann er komin á fóninn. Og þetta er Can't Stop the Feeling sem er einmitt upp á slægjan Sigurjóns. Ég vissi ekki að Sigurjón væri Justin maður. Ég er Justari sko. Ég er Justin. Hann er fann að dilla sig í stúdíónu. Þetta er fínasta lag hjá Justin og hans nýjasta Can't Stop the Feeling. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Og ertu með Wesley Snipes eða Kurt Russell eða eitthvað svona skemmtilegan? Veit það ekki, nei, en ég er enda með Johnny Depp hann það. Johnny Depp, já. Fylgist þú vel með slúðri, Sigurjón? Ég reyni eins og ég get sko. Já, ég meina maður án slúðurs er hálfur maður. Ég ætla að byrja þetta slúður á Johnny Depp. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að hann stendur núna í skilnaði. Hún sótt skilnað, hún Amber Heard. Já, og sko það sem er pínu brútal við þetta er að hún baði skilnað bara í vikun eftir að móðir hans lést. Rosalega er þetta kalt. Þetta er rosa kalt. Bara, mamma er dáin, já, ok, þetta var skilnað. Já, einmitt, já, nákvæmlega, ég er að spája að flytja út. Það er bara þannig, ég er farin. Það maður ekki geta beðið í mánuð. Jú, ég meina, var það Depparinn sem kallaði þetta yfir sig? Já, það getur nú bara. Maður veltir í fyrir sig, ég hef alveg hitt fólk, sko, sem að, ég hitti einn til dæmis, sem var íslenskur, hann er ekkert hvað hann heitir. Nei. Hann hafði afrekað það að henda Johnny Depp út af einhverju diskoteki í LA. Það var svo fullur. Já, sko, þetta er bara góð pæling. Þú heldur hann sé erfið? Er hann ekki að kalla þetta allt yfir sig? Ég held það, sko. Hann virkar svo ljúfur. Það hefði vilt móður sína, nei. En sko, allavega, Amber Heard, hún er búin að segja skilnað og þetta er vikun eftir að mamma slést og menn vilja meina að, sko, mamma Johnny Depp hataði Amber Heard, konuna hans, og Johnny Depp leyfði henni sem sagt að búa hjá þeim síðustu mánuðin áður hún dó og það víst fór með hjónabandi. Þetta er óheppilegt samt sko, með við það að hún er þá dáin, ætti að þar alveg ekki akkurat að lappa upp á hjónabandi. Nei, ætti það ekki að vera bara frábært hún er dáin, nú er þú loksins bara að gera eitthvað. Halda gott partí og move on. Nei, hún er kannski, hún er alið með sér þarna einhverja gremju.
konan. Já, það bótt, þetta ekki Johnny Depp bara Svo líka, þú veist, það líka kannski Johnny Depp hefur gráti svo svakalega mikið þegar mamman stó mamma og hann hefur bara, þú veist þannig að hún fekk enga athygli Nei og bara gefist upp hvað ert að grenja yfir þessari herfu sem var alltaf svo leiðilega við mig einmitt ég skilin við þig Þetta er þarna Ég held það Þetta liggur þarna Sigurjón búin að krakka þetta og talandi skilnaði að þá er Khloe Kardashian hún að sækja skilnaði annarsinn við Lamar Odom Ég veit ekki hvað fólk þetta er Khloe Kardashian sýstirinn sem að hún vann og svona þykkustæðum en hún nú bara í toppformi núna Kardashians og sem sagt maðurinn hennar sem hún að sækja skilnaði var náttúrulega dó á hóruhúsi fyrir nokkur vikur síðan Þetta er hann fyrir körfuboltamaður En er hún þá að sækja skilnað við dáinn mann? Nei, hann kom aftur hann var það má Hann fór í hjartastopp á einhverja klukkutíma held ég á hóruhúsi og með mikið af stöfi í blóðinu bæði Viagra var það ekki? Og kókain og eitthvað Kókain og Viagra Það löstu einhverja skýringar á þessu sko Það er nú ekki eins og þetta Ég meina þú veist þetta er svo barnalegt sko að vera alltaf að gera ráð fyrir var hann þá að vissast í hórum ég meina hann var bara stattur hann kannski ætlaði að fá sér eitt drikk hann var að slaka á eftir erfiða minúti Ég verði að stoppa það Sigurjón þú varst kannski búin að krakka þetta með Johnny Depp en þetta verði að stoppa hann var búin að vera á svo húsi í viku hann var ekki að stoppa í eitt drikk sko ég meina klukkutími vika ég meina þetta er same but different sko það þarf ekki að vera búin að sofa hjá öllum konum í húsinu ég segi það, einhvers það vera vondur að vera með en hún vil skilna því að hún vil stoppa fjölskyldu og telur hann ekki rétta mannin í það hún skal engan undra það er mjög skrítið að byrja á því að ætla að stoppa fjölskyldu með því að skilja það er mjög skrítin byrjun á slíku ég er samanlega ég er ekki að dæma neitt en mér finnst þetta skrítið en af hverju er hún að dæma svona mikið mátt hann ekki að hanga hérna í eina viku hvað er það? Ég veit það ekki það er gaman að sjá hvað Sigurjón myndi gera þú myndi vera dauður og hóruhús í viku það er allt vitlust svo er það T.I. rapparinn ég ætla að enda á honum hann fær ekki að spila núna á risa skólahátti af því að það kom svona einhver skotárás á síðasta giggjans hann var ekki komin upp á svið hann var að fara að spila og þá var eitthvað sem skaut úr byssu í húsinu og nú vilja skólarnir sem voru að ráða þetta var risa gig hjá honum og hafa búa borgunum 7 milljónir íslenska króna 7 milljónir? Já, nú vilja, það var bara eitthvað svona innlegg inn í þetta þá þetta að borga meira það er nú ekki mikið fyrir en nú vilja þeir ekki fá hann af því að það fylgir honum vandræði en hann segist ekki hafa komið nálægt þessari skotárás og er brjálæður fólk er fljótt að dæma hrikalega fljótt að vera að dæma þeir eru rosalega fljótur að fyrirgefa hérna félagarnir ég minnst bara óþarfið að vera að dæma konunans Johnny ég meina hvað kemur það músíkinans við að einhver skítur úr byssu reyndar góða punktur það kemur bara ekki neitt við en kannski er tónlistin hans vilja að meina að hún sé svona augrandi að menn fara bara að skjóta úr byssum er það? Nei, ég veit það ekki hvað kemur það hjólabandunum við þetta sem náðingi farið að ná drikkjutúr í viku það kemur það er ekkit þetta var slúðurpakki dagsins en engin Nicolas Cage eða neitt ekkert spennandi við ætlum hér í auglýsingar og svo förum við í Honk If You're Horny ekki missa því Engamál.is í samstarfi FM 957 boðar til stærsta stefnumót sögunar föstudagskvöldið 3. júní milli klukkan 21 og 22 en þeir sem að taka þátt geta nælt sér í stórglæsilega utanlandsferð fyrir 2 allir þeir sem að sækja sér Engamál.is appið vikuna 30. mæ til 3. júní tengjast og mattsa við FM 957 eiga möguleika á glæsilegum aukavinningum svo sem stefnumót fyrir 2 í Reykjavík bíóferð, út að borða leikhús og spa svo eitthvað sé nefnt stóra stefnumótið verður svo föstudagskvöldið 3. júní en allir þeir sem eru tengdir milli klukkan 21 og 22 geta nælt sér í glæsilega utanlandsferð fyrir 2 til Barcelona með WOW Air Dregið verður út daginn eftir í beinni útsendingum hér á FM 957 hlustaðu á FM 957 sæktu Engamál.is appið og taktu þátt í stærsta stefnumóti Íslandssögunar Viltu stunda nám í framsæknum alþjóðlegum háskóla? Viltu vinna að spennandi verkefnum í samstarfi við fyrirtæki? Viltu læra af góðum kennurum í framúrskarandi aðstöðu? Það er opið fyrir umsóknir í háskólan í Reykjavík til 5. júní. Velkomin í HR. Hefurðu smakkað nýju pulled-pork smáborgarana frá hamborgarafabrikunni? Það er allt að frétta þar. Fingramatur aldarinnar, sagði einhver. Breytti lífi mínu, sagði annar. Þú pantar á fabrikan.is og sækið á full eldaða. Einfalt, unaðslega gómsætt og fáránlega hentugt.
Íslenska hamborgarafabrikan. Verið velkomin í fjörið á IKEA Festival. Byrjaðu daginn á ókeypis brönns á veitingastaðnum frá klukkan 9:30 til 11. Við hlökkum til að sjá þig. Pepsi Max kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júní 2016. Einstök blanda af besta tónlistarfólki landsins. Framkoma meðal annars í svörtum fötum, Stuðlabandið, Úlfur Úlfur, MC Gauti og fleiri. Miðasala í fullum gangi á miði.is og í Galleri Ósson Selfossi. Helgarpassi á sérstöku forsölutilboði eða aðeins 5.900 krónur til 1. júní. Nánar á kótelettan.is. Fáðu þér svo fyrir æfingar, brjáluð orka og brennsla, aukin vöðvamassi, styrkur og úthald. Vaxtarvörur.is. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll, þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Já, kæru hlustendur FM 95 Blö, hér eru við stattir og þeir eru komnir út á götu, félagarnir. Við erum hérna að heyri í okkur. Já, ég heyri í ykkur. Við erum komin hérna á Miklabrautina. Já, þetta er sem sagt dagskráliðurinn Honki Fjórhorni fyrir þá sem ekki vita. Já. Og hérna, það sem að þetta gengur út á er að sem sagt bílar sem að verða varir við ykkur hér í Skaftahlíðinni. Já. Þeir sem sagt eiga að flauta. Já, Herru, kom fyrsta flautið. Já, það er komað trafík hérna. Fjölskyldubíll, mjög horni. Já, fyrir þá sem ekki vita, þá er sem sé Auðun Blöndal klæddur í ljósbláa regnkápu. Afskaplega. Heyrðu? Glæsilegt. Það er fínasta hlustur hérna mikla betur, það er rautt ljós núna. Gott að vita þetta, þetta snýst sem sagt að menn séu að hlusta og þetta er góður svona, þetta er gott mælitæki yfir hlustun. Nú sjáum við hver að hlusta, nú er rautt ljós. Já, og þá er enginn að hlusta. Já, það er að koma bílar. Ég heyri bara ekki því sem hlutum. Nú er að koma bílar, nú er spennandi að sjá. Það er að koma bílar. Þetta er mjög spennandi. Heyrðu, það er flautað, það er... Já, það er flautað hér í beinni útsendingu. Heyrðu, það er fullandi, hérna, það eru allir... Ég myndi segja að menn væri svolítið horni og þessu... Já, mér heyrist það nú. Mér heyrist það. Látum okkur... Það er að flauta mikið. Já, mikið flautað hér. Þetta keyrir rúta framjá, er hún ekki að... Nei, hún er ekki að hlusta. Hann er ekki að hlusta, hann hefur verið að hlusta út af sögu þessi. Það gæti verið. Hann er flautað, já. Hann er flautað, það er svo gaman þegar þú ert að fagna flautinni. Það er svo að skora einhvern veginn svona, mér líður ekki að kynna fótboltavelli, 90.000 manns að horfa. Já. Ég er að skora mark. Þarna kom flaut. Já. Það er alltaf að gerast hér í beinni útsendingu. Við erum að tala hvaða hlíð er þetta hana? Nei, þetta er Miklabraut. Þið eru þarna við Miklubraut eða? Við erum beint á móti núna 365 og við erum á rauðu ljósi. Þarna kom flaut. Já. Glæsilegt. Já. Ég vil ekki segja að þetta var ekki ágætið hlustur við erum að fá allt. Þetta er eðalhlustur. Já! Það er flauta bara út í eitt hérna. Það er að spela núna maður. Við erum hér í beinni útsendingu. Þeir Steindi Junior og Auðun Blöndal eru stattir við Miklubraut. Já, og það er flautað. Þetta er rosalegt. Ég kom út af götu, það er verið að... Það passaði verið ekki fyrir neinum bíl. Nei, það er ekki hægt, sko. Við getum ekki farið í það. Það er ekki hægt, það myndi vera leiðilegt. Í beinni útsendingu. En samt mjög gott útvarp. Ertu sáttur við hlustunina? Ég er mjög sáttur við þessa hlustun. Ég bara hveti ykkur til þess að koma hérna inn og halda áfram með þáttinn því að þetta er eðalsjó. Já, það er það. Þér heyrist það. Við erum á leiðinn. Glæsilegt. Okay. Takk fyrir þetta.
was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rap, yeah. Bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go can, cause I can go low. Pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix. Þetta Tiny Tempa með The Girls Like hér í FM 95 Blöð. Við erum komin aftur inn. Hressandi að kíkja eins út. Ég var að segja við Sigurjón, það mjög hressandi að fara eins út. Já, nákvæmlega með. Við gerum lítið af þessu. Allt og lítið af þessu. Við þurfum að fara miklu meir út. Senda menn á vettvang og svona. Og þökkum öllum sem að flautu. Já. Fínasta stemning hérna á Miklabraut. Rigning og vibbi en allir í föstudags feeling samt. Nákvæmlega. Það engin vibbi við rigningu. Rigning stórkostleg. Já, ertu ánægður með rigninguna? Já, ég er mjög ánægður með. Þetta er að rokið bætist við. Rokið, já, svona smá krydd, sko. Já, það er svona dagsverð. Það er svona skemmtilega reyndar að sé ekki rok. Já. Smá rigning drefur engan. Rigning góð, sko. Já. Og það eins og sko, mjög algengt að fólk ofsalega hrifið af því þegar það sko ógeðslega kalt en sól. Já, fólk elskar það. Gluggaveður. Ég veit það. Gjörsamlega óþolandi veður. Og líka leið og kemur gott veður, sem nú kannski ekki rosalega oft, þá þurfa alltaf allir að tala svo mikið það. En þú veist, það fæði svona þá bara leið út í garði að tala við nágrann hvað þetta nú æðislegt og þetta eiginlega bara að verða of heitt, sko. Þetta bara of mikið í dag, sko. Það er kannski búið að vera viðbjóðslegt sólar gluggaveður allan daginn. Já, svona rók. Já, gott veður maður í úlpu. Já, býtu, og svo maður bara, það ekki hægt að vera inni, það ekki hægt að vera úti, skilurðu. Og svo sér maður veðurfréttirnar kvöldið. Já, það var blíðskapaveður í dag. Nei, það var ekkert blíðskapaveður, það var norðanátt og viðbjóð. Við erum bara að venjast þessu, þetta er eitthvað sem við eigum bara að samþykkja. Það er nú líka ekkert bara að tala um það er gott veður, þú sér það bara á öllu Facebooki og Instagram og öllu, það er bara allir út í sólbaði og svona dagur. Einmitt. En það kom að næsta dagskrálið, drengir. Já, hvað erum við að tala um? Og ég ætla að henda Sigurjóni Kjartansinni hér í hvort myndur frekar. Þetta eru spurningar sem þú fengist, Steindi. Já, þannig að ég fyrir hliðar aðeins. Við rifjum kannski upp hvað þú sagði þegar hann er búinn. Já, ekkert mál. Já. Ert þú tilbúinn, Sigurjón? Þú eru bara alveg. Ég sting mér hún í djúbulugina, ég veit ekkert. Nei, bara reynsar hugan og við í þetta. Ég bara svara. Ég ætla að byrja, hvað ertu í sentimetrum, Sigurjón? 1,97. 1,97. Ég ætla að spyrja þig, hvort myndur frekar bæta á þig 30 cm eða minnka þig 30 cm? Wow, þetta er stór spurning. Já. Þú eru ansið hávaxinn. Ef ég get þá bara... Þá eru þau 1,67. Já, það er ekki. Er því 1,67 myndi minnka þeim? Já, það er rétt maður. Sko, málega það, Svepp er 1,67. Ég kem nú oft inn á þetta í svona þætti. En litli kallmenn fá mjög litla virðingu, sko. Sérstaklega Nei, þetta er þannig. Sigurinn ég hef ekki sagt Sigurinn þetta. Ég var að segja sögu til dæmis, ég sá mann í húsasmiðjum þetta. Það var að segja það. Nei, ég ætla ekki að segja þetta allt aftur, en það var lágvaxinn maður í röðinni. Og hann hefur verið svona... Hvað er Danny DeVito? Hann er 1,40 og hvað? Hann er 1,52. Já, hann hefur kannski verið þar, þú veist, hann er kannski 1,50 og hvað. Og hann bara, og sko, hann var Ipagog, sko. Þú veist, hann var svona... hann var samt eitthvað, þú veist, ég var næstur, sagði hann alltaf. Ég var næstur, var alltaf að kalli það. Og það var hort alveg fram í hann, alveg. Það var bara, það var öllum sama hann. Þetta var bara lítill kall, þetta var kútur. Ég held að þetta sé ekki alveg rétt hjá þér. Nei, ég er ekki að hafa þetta. Ég held að þetta búi rosalega mikið inn í mönnunum sjálfum. Ég held að akkurat að þessi tiltekni maðurinn í Bíkó hafi bara verið búin að ákveða það. Nei, ég var vitnað þessu, sko. Hann fekk enga virðingu. Það var öllum saman mann og ég horfði á hann og ég bara djöðlum að þetta er hrikalegt að horfa á. Þetta er líka, be careful what you are afraid of, skilur við, þú veist, ef þú ert alltaf að hugsa nákvæmlega þennan punkt. Akkurat. Ég er lítill, ég fæ enga virðingu. Ég er lítill, þá bara inn í enn, þá færðu enga helvítis virðingu. Þú átt hann ekki heldur skilið, það er ekki káðið. Þetta er svo léttur mann sem er 1,97 að segja. En sko, ég hins vegar er algjörlega blindur á hæð manna. Þó ég sé alltaf, ég bara veit að ég er alltaf stærri en allir. Þannig að þar alveg eru allir jafnir fyrir mér. Og ef menn eru 1,50 þá eru þeir bara 1,50. Það er bara mjög ánægilegt og yndislegt. Og sama virðingu. Þeir fá alveg alla virðingu hjá mér. Það eina sem þið geta gert til þess að eyðileggja hana
að vera uppteknir af því hvað þeir eru litlir og ég er stór og það er mjög algengt hjá litlum mönnum að kalla á mig hei, það er kalt hann uppi þá strax tekið eftir því hvað þeir eru litlir Sveppi spurði þér einhvern veginn hvort það væri kalt hann uppi þú hafði lítinn húmor fyrir því sagður hún á spöggstofu síminn hafi verið að hingja hvort myndirðu bæta þig 30 cm eða minnka þeim 30 ég veistu það búandi að þeirri visku sem ég hef í dag og þú veist, búinn að vera stór og mikil, skilur við þá get ég alveg mér að minnka mig kannski 30 cm af því að ég held einmitt að þeir sem eru minni, þeir eru svona þú veist, þeir eiga þægilegra verið flugvél það er þægilegra í alla staði í rauninni að vera lítill og svona þú ert svona nettari allur sko. Ég er enda að býða ekki í það ef ég á að halda sömu þyngd og verða ég myndi gæta vilja léttast jafnlega ég gerði það takk fyrir það, þá er ég til í þetta ok Sigur myndi frekar minka 30 cm hvort það ekki þú ég finna þú veist, það var náttúrulega gefið þess að sínum tíma ég náttúrulega, þetta satt í mér þetta með húsasmiðuna og ég er 1,78 þannig að þú veitir 2,08 já, þú veist, ef þú fara að taka 30 cm af mér það væri hundlegilegt sko það var 1,48 þá væri ég að spyrja Sigurðan hvernig væri sé á Akranesi akkurat núna þannig að þú myndir bæta á þig tala spöggstofu síminn var að hringja og það væri allt í rugl það er eins og margir sem verða reiðir leiðilegir litlir kallar já, þetta var nákvæmlega sá gæi sem var í húsmið djöfull hann brjálaði maður þá var það næsta spurning nú ert þú með krulla og þykkt hár Sigurðun hvort myndir þú frekar vera sköllóttur það sem eftir er eða flytja á Sauðárkrók og búa þar sem eftir er það myndi alltaf fara á krókin, það er bara þannig nei, ég vel skallan ég er svo sem komið á Sauðárkrók og kann ágætlega við plásið æðislegur bær ekki æðislegur bær Sauðárkrókur bara aðeins slaka á þetta er skýta place ég kann ágætlega við plásið það er að segja í þetta eina skipt sem ég komið umgað þá var svona vinaleg stemming í bakarín og eitthvað en nei, ég myndi ekki ég skalli anytime sko skalli anytime? ok, strákarnir völdu frekar að flytja á Sauðárkrók frábært og ekki það, mér finnst þetta bæði í lagi því ég var til að búa á Sauðárkróki og ég er sköllóttur þannig og svo er það þriðja og síðasta spurning þú ert alltaf nægjusamur ég hef ekki oft heyrt þetta þriðja og síðasta og hún hlustaði vel núna Sigurjón hvort myndur þú frekar sofa hjá rollu og enginn fréttir af því eða ekki sofa hjá rollu og allir halda þú hafi gert það sko, já ég ætla ekki að segja hvað ég sagði á sínum tíma ég man það mér gæti ekki staðið meira saman þó allir held að ég hefði sofið hjá rollu ef ég hef ekki sofið hjá rollu er þið sama? En þú mættir ekki leiðir þetta að létt að sitja hann í FM-stúdíónu með tyggju og vera svo alvur en væri þið sama? Ef þú myndir lappa hérna út og það myndir allir hugsa bara Sigur ég myndir ekki hugsa mér að fara að sofa hjá rollu þetta er hrikaleg tilöksun þannig að þú tækir hitt já, það er létt fyrir þig ég hlýta að geta komið mér í gegnum þetta Steindi, þú valdir hins vegar að þú myndir frekar var það? Ég fór að hugsa þetta, var það? Já, þú myndir frekar sofa hjá rollinu og enginn frétta það sagður sem er svolítið sikk nei, var ég ekki líka að tala um að maður myndi maður væri í brennivínsvímu eða þú veist, maður myndi koma sér í það ástand og nei, ég veit ekki, það er ekkert að réttlæta henni það væri bara leiðilegt ég ætla eftir að segja, það væri bara svo leiðilegt, þú veist kærasta mín og foraldra mínir og dóttir mín og það myndi allir ég gæti ekki leiðilegt þetta þetta er skellur sko ég myndi sofa þessar rolli, ég ætla að standa við mitt það er bara þannig, þeir eru ekki sammála neitt hér, Sigurjón og Steindi hér eitt smá stund er Ghetto betur við ætlum að sjá hvort að Sigurjón Kjartansson sé Ghetto Námið er gífurlega þroskandi og krefjandi og lærdómsríkt og maður verður samkeppnishæfur eftir að hafa gengið gegnum það og ég mæli hiklaust með því. Íþrótta- og heilsufræðingar eru eftirsóttir í atvinnulífinu. Þeirra bíða spennandi tækifæri að námi loknum. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Verið velkomin í fjörið á IKEA Festival. Byrjaðu daginn á ókeypis brönns á veitingastaðnum frá klukkan 9:30 til 11. Við hlökkum til að sjá þig. Ertu fagmaður? Klæddu þig þá eins og þú sért fagmaður.
Sindri Vinnuföt, númer 1 á Smiðjuveginum. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Lífið gott þegar þú leikur meira. LGG5 komin í verslanir. Ok, dýllin í Keiluhöllinni er þessi. Þú fær rútumiða fyrir 2 og frítt fari í bæinn helgar ef þú kaupir 6 í fötu. Keiluhöllin Egilshöll. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þetta hún Ariana Grande með Dangerous Woman. Ég fíla þetta. Dangerous Girl, Já, mér finnst þetta mjög gott. Akkur gáttu ekki spila það? En það hins vegar komið að dagskráralið hér sem að, tengist, við ætlum reyndar ekki í Ghetto betur. Nei. En þú ætlar að spyrja Sigurjón okkar spurningu og tjekka hvort hann sé Ghetto eða. Já, sko, málið er að Ghetto betur. Þetta byrjaði nú hérna í útvarpinu. Já. Og hérna, og þá var þetta sem sagt, sko, þá hefur þetta alltaf verið unnið. Þú veist, við hefum alltaf verið með músík og við hefum verið með DJ og svona, en núna er þetta bara svolítið svona, við erum bara live núna. Ég ætlaði bara rétt að athuga hvort að Sigurjón gæti hvort að sé eitthvað Ghetto í kringum Sigurjón, sko, bæði Ísafjörður og Kópavogur. Ég er mikla trú á þessum persónum. Tilefni að fyrsti þáttur í kvöld á Stöð 2 klukkan 8. Já, pælið því, fyrsti þáttur í kvöld með það er svakalegt. Það er glæsilegt. Ég er búinn að sjá hann og hann er mjög skemmtilegur. Ok, gott að heyra. Herðu, ok, eigum við, sko, ég átt að setja eitthvað lag þetta. Já, og þú voru að setja Slam með Onyx. Þetta er uppáhaldslagið mitt og hérna titillag þáttarins. Þarna er það. Mátt alveg hækka svolítið í, þú veist, það er föstudagur og já, maður taka ennþá meir í þetta. Búa til smá stemningu, hérna. Wow, heyrðu þetta, Sigurjón? Já. Ég veit að þú ert svolítið meira, þú ert náttúrulega meira í rockinu, en gefur þess ekki séns. Þetta er næstu bara í rock. Já, ég meina, ég er ekkert í rockinu, sko. Nei. Ég er bara Ghetto, sko. Já, ok. Ég veit þér annað með þetta. Herru, ok, prófum þetta eins, ok. Sigurjón, ég ætla bara svona að spyrja og athuga hvort þú svona, hvort það sé eitthvað Ghetto við. Ég ætla að byrja alltaf fyrstu spurningu. Hvar var sjoppan King Kong staðsett? Og hérna kemur svona, svo hérna myndir við lemja á, sko, svarbjöllu. Sem við erum ekki með. Var hún staðsett? Ok. Já. Ég held hún hafi verið staðsett í Árbænum. Í Árbænum? Þú myndir segja í Árbænum? Eða var það í Breiðholtinu? Já, King Kong. Já. Fellahverfinu? Ég segi... Hvað er þetta? Er einhver stælar í þér að... Nei, ég er bara, ég er að leiða að svara. Ég segi Árbænum. Þú segir Árbænum? Það er ekki rétt, það er í Breiðholti. Fellahverfið var rétt. Já, Fellahverfið var rétt, þetta var upp í hjá Lönguvík. Akkur þurftur að vera með þessa stæla? Ég er ekki verið að stæla, ég var að reyna ekki að vera hins. Breiðholtinu? Nei, ég sagði það. Og svo varstu svona bjartur þegar ég sagði Árbænum. Sorry. Ok, ég vissi að þetta var alveg bara í Fellahverfinu. Ok, ég ætla að taka nokkar spurningar á þér. Ég ætla að taka svona 6 spurningar, þetta var fyrsta spurning. Önnur spurning, spurtur hníf, hann er með 2 handföng og er oft kenndur við skordýr. Hver er hnífurinn? 2 handföng. Kenndur við skordýr. Skordýr, já. Þetta er bara hérna Michael Douglas, hann heiti Falling Down. Já. Sigurjón er ekki að fara að Ghetto á staðið, na. Nei. Ég man ekki hvað þetta heitir, sko. Ertu orðið? Ég veit alveg hvernig hann er. Já. Klemmir hann saman einhvern veginn? Já. Þú gefst upp, þetta er böttiflæningur. Auðvitað. Þetta er að sjálfsögðu böttiflæningur. Já. Þú átt að vera með þetta á hreinu. Já, ég bara... Ok, þú tekur næstu. Það er, ég ætla að henda á því núna, þetta er kvikmyndaspurning. Það sem þú ert nú sterkur, þetta er mjög sterkur. Hver var íslenska þýðingin á kvikmyndinni Dude, Where's My Car hjá Ríkissjónvarpinu? Já. Íslenska þýðingin á Dude, Where's My Car, hvernig ætli þeir hafi taklað það? Það er ekkert Ghetto í gangi þetta. Ég sem hérna að vera svo Ghetto. Já, ég held það líka. Var það ekki eitthvað bara Gaur, hver er bílinn minn? Já, þú ert mjög nálægt í. Djöfull ertu nálægt í. Gaur, hver er druslan? Nei, rétt svar er Melur, hvar er skrjóðurinn? Já, wow. Melur, hvar er skrjóðurinn? Ég er einhvern tíðan heyrst þetta, sko. Þetta er mjög góð þýðing. Melur, hvar er skrjóðurinn? Melur, hvar er skrjóðurinn? Þetta er bara fárlega gott ára. Mjög gott. Þriðja spurning, ég ætla að henda hérna í það. Þá spyr ég, hvernig er konan að Barbapapa á litin? Hún er svört. Hún er kolsvört. Það er rétt. Hún er 1. Það er 1 stig. Það er Ghetto að vita það. Ég myndi segja að það væri fáránlega Ghetto að vita það. Fáránlega Ghetto.
Ok, ég ætla að finna aðra spurningu Þessi svolítið skemmtilegur af því að við erum nú í útvarpinu Hver útvarpstíðnin á útvarpi sögu? Þetta 99 koma eitthvað Já, það rétt 99 koma hvað? 4 Það hárrétt Hann að koma sterkur inn Hann að koma tilbaka Og frasið þeirra þú verður að hlusta Það frasið þeirra Geðum einen Já, ég fárlega sammálaði Einen, ok, býtu, þá þarf ég að maður ég ætla Ég man eftir gömlu slókani frá útvarpi sögu Já Þú missir ekki af neinu Það er þetta fárálega gott Nein Það er fárálega fyndið sko Það var mjög gott Ég ætla að mér langar svo að finna einhverja ABC Er það ekki gettóstig að muna þetta? Jú, ég myndi alltaf, ef við værum núna í þættinum þá hefði ég slætað á aukastigi Það var sko, Kalli Bjarni var að slæta aukastigi á menn alveg hægri vinstri sko Já, það, Ég til að geta Ég held að ég sé sterkur þar sko Já Herðu, ok, það er önnur kvikmyndspurninga því að hann var svolítið sterkur í því Hvaða kvikmynd hefur Ásdís Rán ítrekað tekið fram í viðtölum að sé uppáhaldsmyndi sín og þú fær valmöguleika A. Shawshank Redemption B. Godfather 2 C. Iron Man Ásdís Rán? Já Ég meina, hún ekki þessi klísja að segja Shawshank Redemption Nei, ég verður að vera sammálaður En þá ertu samt með Godfather, hún náttúrulega Þú veist, hún býr í Búlgaríu Já Þannig að Godfather kemur stertinn, sko Þetta leiða mig Eða Iron Man Já, segjum bara Godfather 2 Það er að kíska Godfather 2 Það er því miður ekki rétt Það er Iron Man Hún ítrekka tekið það fram, margóft Ég með fullt af gettóstíðum mína Hann bara tekur þið af Hann var alltaf að leiða þið af Ég er alltaf að veiða þetta í burt fyrir sigurunni Ég var að fara að segja Iron Man, sko Þú vissi þetta með King Kong Þú ert svona ágætlega gettó Ég held að það sko, hann myndi standa mjög gettó Hefur verið í þættum, þá hefur líka verið að slæta á þau aukastigum Allavega Kalli Bjarni, hann hefur verið að slæta á þau mjög mörgum stigum En það sem við ætlum að gera núna áður að fá næsta lag er að ég var mikill aðdáandi tvíhjóða og hlusta á hverjum degi þegar þau voru daglega og ég ætla að spila hérna stuttaklippu úr svona einum af mínum uppáhaldssketsum og hann heitir Páskar mannstættur honum, Sigurjón? Já, ég með hún, hann er góður eins og með þennan skets, áður við spilum hann er þetta samið á staðunum eða voruð þið búin að hendi handrit áður þið hittist? Nei, sko, þetta er ekki handrit, þetta er improv, sko en það er punktar, sko þannig að það er bara, jú, hvernig þú veist, basic, skilur hvernig hvað rýmar við páskar jú, nafnið Óskar svona cirkabátt og svo er venjulega bara, svo er þetta formúla, sko það er bara hérna pappi minn og kvísla pappi minn þetta og svo á endingu spyr ég hvað er strákurinn gamall? Hann er 42 Skulum fá að heyra hérna smá hljóðbút úr skettinum Páskar hjá Tvíhjóðan Góðan daginn Hvað segiru? Ég sé nú bara allt svona ljómandi fínt, þakka þér fyrir Já, ekki komin í páskakapið Herðu, það er nú bara að líða því og það er vika í páskar núna Já Ég er svo mikið páskastrákur Já Ég er páskabarn Þú ert páskabarn, já Já, ég er páskabarn Já Ég kallaði alltaf Páskar Ertu alltaf kallaður Páskar? Já Ég heiti Óskar Já, ég segi það stundum þegar ég svar í síman Já, halló, þetta er Óskar kallaði Páskar Já Þannig að sumir kallaði bara hreinlega Páskar Allir, það kallaði mig allir Páskar Já, meira því að þeir eru ekki Páskar Nú, hvað er þetta? Nú, af hverju ertu hérna svona mikið páskabarn? Vegna þess að ég er páskastrákur Ég er páskastrákurinn Já, þegar ég var lítill þá fekk ég svo mikið páskaegg og þá setti mamma mín alltaf páskaegg í félur einhvers staðar og svo þegar ég vaknaði á páskadag þá hugsaði ég hvar er páskaeggi mitt og þá komi mamma og pabbi alltaf í dyrnar og voru svona sposk á svipinn og svo
Páskar. Og þá vissi ég að það var komin páskadagur og ég var búin að fela páskaegg einhvers staðar. Já. Og þetta, og svo hljóp ég fram og hljóp í fangið á honum pappa mínum og knúsaði hann og smelti kossi á kinnina á honum og þá gat hann ekki annað en sagt mér hvar páskaeggið mitt var og hvar mamma var búin að fela það. Já. Og því að ég var páskastrákurinn þeirra. Já, ég hef aldrei vaxið upp úr þessu. Ég hef alltaf verið páskastrákur. Já. Og þá var foreldrar mínir séu löngu dánir. En þá alltaf þegar að koma páskar. Já. Þá fer ég út í búð, í Bónus og kaupi mér stórt og flott páskaegg. Og svo fer ég og fela. Ég fela einhvers staðar á bak við gardínu eða inn í skáp eða eitthvað svona. Svo þegar ég vakna á páskamorgun og opna augun mín þá leik ég eins og ég sé mamma og pappi. Já. Páskar. Og þá, hvað er við að kalla mig? Og svo spetti ég á fætur og þá ímynda ég mér að það sé mamma og pappi sem standi í hurðinni og svona sposk á svipinu hvísla mér páskar. Þá veit ég að komin páskar. Þetta er skemmtir páskar hér frá Tvíhöfða og aldrei að vita við heyrum annan skets seinna í þættinum. Já, við erum að spila fleiri. Já, það styttist í giftast, sofa hjá, drepa og fleira. En fyrst skulum við fá smá átkast hérna. Forever. Beating Indian to the G, they be the... Er fataskápurinn fullur? Nýttu fötin til hjálpastarfs. Fatasöfnun helgina. Rauði krossin og Eimskip. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Upplifuðu ævintýrið í einni fyrstu stórmynd sumarsins. Warcraft, The Beginning, komin í bíó. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Það verður ekkert slegið af á Monaco kappakstrinum í Formúlu 1 helgina. Fylgstu með æfingunni og tímatökunni á laugardag klukkan 11:50. Keppninni á sunnudag klukkan 11:30. Formúla 1 Grand Prix de Monaco. Þú verður að tryggja þér áskrift á 365.is eða síma 1817. Stöð 2 Sport, besta sætið. 2 grjótharðir og 1 dúnmjúkur í FM 95 Blöð. Já, elsku vinir og lífsförunautar. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi, Auti og Sigurjón Kjartansson með ykkur að þessum glæsilega föstudegi. Við erum að fara að missa þig bráðum. Já, ég þarf að rjúka. Ég ætla að taka, mér langar svo, ég verða að vera vitna því sem er að fara að gerast akkurat núna. En svo ætla ég að biðja heilsa því að við erum að klára þáttinn fyrir kvöldið. Já. Þetta er svona. Þannig við Sigurjón klárum þetta með stæl hérna síðustu 50 mínútur. Gett og fílingur á baku tjöldin líka sko. Það er verið að hljóðsitja og græja og gera og það er bara 3 tímar í þátt. Undirbúa þáttinn, en áður en við missum við Steindi, þá ætla ég að fara með ykkur báða hérna í giftast, sofa hjá, drepa. Nákvæmlega. Og þetta er ekki flókinn liður, Sigurjón. Ég hendi 3 nöfnum fram og þú varst að giftast einu þeirra, sofa hjá einu þeirra og drepa einu þeirra. Við vorum ekki sammála í hvort myndir frekar. En kannski verðið þið sammála hér. Já, við gætum verið með sama smekkin þegar það kemur að kallunum. Gaman. Já, ég er náttúrulega oft með þema og ég er með skemmtilegt þema í dag sem að, Sigurjón kannast nú við og ég ætla nú að ræða hans betur við hann hérna seinna eftir og það eru fóstbræður. Já. Og þannig að ég ætla að spyrja, þyrfti að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn og valmöguleikarnir væru Jón Gnarr, Þorsteinn Guðmundsson og Benedikt Ellings. Já. Þetta er sko, þetta er nú svolítið leðilega fyrir kannski Sigurjón. Erfiðara. Já. Vá, þetta er hrikalega leðilegt Auti. Ef við byrja á þér bara, Steindi. Bara hverju myndir þú giftast? Það fyrsta sem mitt eftir í hug er að ég náttúrulega þekki Benedikt minnst sko. Það er nánast voða lítið í rauninni sko. Bara hitta hann og svona spjalla við hann en þannig að
Giftast, sagði það? Já, hverju myndir þú giftast það? Hverju myndir ég giftast? Djöfull er þetta erfitt núna maður. Sko, Jón og Þorsteinn, ætli myndi ekki giftast Jóni. Jón Egnar? Já, er við sem á hann, segir hann? Er hann erfiður? Nei, hann er ekkit svona... Nei, Jón er... Hann er þægilegur. Já, ég held ég var nú bara sammálaður, sko. Hvað var það giftingar? Ég hef nú verið giftur honum, sko. Já, þú hefur náttúrulega verið giftur honum í mörg ár og það hefur gengið vel, þannig að ég... Já, en svo skildu við, sko. Já. Og hann skánaði mikið við það. Já. Og þess vegna er ég alveg til í sko að ganga aftur í hjónaband með honum. Ég veit svona nokkur neginn að hverju ég geng. Já, akkurat. Þannig að þú myndir líka giftast Jóni? Já, sko, ég hef alveg prófað, sko, getur nefnilega verið skemmtilegur, sko. Nú farið með hún út á land og svona, sko. Já, verið að skemmta með honum. Herbergi og svona. Já. Það getur verið voða gaman, sko. Já, einmitt. Og það myndast svona stemming, svona, ertu sofnaður? Liss bara svo einhverju svona tveir bara úlinga vera gista saman bara svona tala stelpur og gaman að heyra þetta hvort það sé einhver frammi og svona vera hættir Sigurjón og Jón saman í herbergi að flissa hvort þið farin að hróða það er þetta fallegt já, það er mjög fallegt þið myndir báða að giftast Jóni já, mér heyrist það sko ég held að hann sé sterkasti kandidatin í hjónaband svona eftir að hafa gengið náttúrulega ég hef ekki gifst honum hérna fyrir 15 árum sko Nei Var hann erfiður þá? Skelfilegur sko Hvernig þá? Það var bara alltaf eitthvað vissend sko Já, alltaf eitthvað að fylgja þessu Hann er þannig sko, hann er svo leitandi hann opnar alltaf fyrir svona nýjar brautir sko þannig að hann er vaxandi maður, þroskast sko Einmitt En hverju myndir þú sofa hjá, segir Jón? Já Þorsteinn Guðmunds eða Benedikt Erlings? Þorsteinn Guðmunds eða Benedikt Erlings, já Já, en ég meina, þetta er mjög erfitt ef ég vel annan þá þarf ég að drepa hinn Já, þetta er nefnilega hrikalegt sko Þetta er hrikalegt Mér reynda köllum þetta að senda út í sveit Já, við reynum svona að fara fínt í þessu bara svona að lóa öðrum Hann fer 6 fet undir allavega Það er alltaf að eitt sem þarf að kveðja sko Já Ég er ekki myndi ég vil ekki vera leiðilegur Nei, við segjum bara að hann fer í sveit Já, sko, ég vil ekki vera leiðilegur Benna því hann á ammæli bráðum og hérna Já Nei, ég bara sef hjá honum og drep Steina Þú veist, það var eitthvað vandræðilegt til að mæti ammæli að svo Já, einmitt Þú búin að drepa hann Já, það er ekki hægt sko Það er ekki hægt, ég En Steini samt sko hérna er frábær sko en ég myndir ekki svo hjá hann sko Nei Ég sko Ég er að spá í þessu Þetta núna kemur þetta svolítið bara út sko ég þekki Benna náttúrulega því mig bara ekki ég er að drepa Benna Þegar hann sköldóttur eða? Já, það náttúrulega tengist í einhver leiti kannski en ala bara því að ég myndi soja Steina Þú myndi soja Steina? Það væri náttúrulega, það er líka gott, þá er ekki sem klípaður í Já, ég myndi gott að við erum báðir svona svolítið bústnir og þetta getur bara fallið aftöfn Ég get alveg svona máli hugsað með það líka sko ég það er þetta hitta Steina núna Það er líka bara ömulegt að þið myndi báðir drepa sama mannin Nei, byrju að þú ætlar að drepa Benna Já, þú ætlar að drepa Steina Ég var að hugsa að drepa, já Hvað myndir þú gera? Takk þetta með okkur Ég held þetta sé svipa bara Já, myndir þú giftast Jóni? Þú myndir ekki giftast Steina Steini er líka rosa gott að giftast Steina Þegar þú segir það, ég held að það verði mjög gott hjónaband Ég og Steini eru góðu vinnir Já, eina ástæð fyrir því að ég valdi frekar Jón sko því að Steini það er alltaf svolítið svona sko hann er alltaf út á gönguskíðum og hann er mikið út með hann myndi ekki ná að draga mig þar hann er að þvælast svolítið sko Ég reyndar hef búið með Steina alltaf líka farið í sumabústað með honum og það var mjög næs Já, hann er snirtilegur Hann er snirtilegur Ég held að það sé mjög þægilegur í sambandi Ég held að hann sé ekki, ef maður segir Steinin er að fara út í búð fyrir mig, hann myndi gera hann Við höfum eldað saman og svona og þetta er alveg, við höfum fínir saman Ég get alveg gifst honum líka Já, þetta er rosalega Já, þetta var erfitt Ætlar að drepa Jón? Nei Þú er búin að giftast honum Já, þetta er komið, þetta var giftast Já, svo var að drepa Steindi er farin að vinna í Gettu betur Þannig að við Sigurjón höldum hérna áfram mótröður Og ég þakka fyrir mig og Sigurjón bara heiðurinn var minn Já, minn Já, og við minnum á Gettu betur sem er í kvöld á Stöð 2 klukkan 5 mínútur yfir 8
Þetta Íslandsvinnur, eins og margir aðrir sem eru spilaðir hér í FM 95 Blö og lagið heitir Just Like Fire. En hann hérna hjá mér, Sigurjón Kjartansson, Steindi þurfti að bruna og að því við vorum í giftast sofa hjá Drepa Sigurjón og vorum að ræða. Þetta er agalegt að lendi í þessu maður. Já, það var svona fóstbræðra þema hjá okkur. Mér langaði að spyrja hans út í fóstbræður. Eru einhverja líkur að því nú þetta komið á Stöð 2 Marathon og mjög vinsælt þar. Eru einhverja líkur á að það myndi koma önnur fóstbræðra sér í einhvern veginn? Þetta stundum rætt sko. Eða það að segja smala hópnum saman og hendi nýja seríu. Þessi hópur hittist stundum sko, við erum alveg vinnir og en einhvern veginn þá hefur alltaf skynnsemin tekið yfir og vilja sleppa þessu. Myndir þú vilja að persóna? Ég er mjög ánægður með það að við höfum bara gert okkar 5 seríur og og mjög stoltur af því og ég hef ekki í mér neina sérstaka löngun til þess að endurtaka þennan leik. Nei. Af því að sko En hefur til dæmis Stöð 2 beðið ykkur það? Það hefur verið komið að máli við okkur nokkur sinnum, hvort sem frá ýmsum aðlum og einhvern tímann svona menn að vera að gera ýmislegt og vera að koma með alls konar hugmyndir fara svið og eitthvað lalala sko en það hefur alltaf svona blessunarlega verið bara svona ofan á að gera þetta ekki. Nei, ég skilji. En var þetta náttúrulega bara eitt vinsælasta grínefni sem við Íslendingar höfum átt. Hvernig var mórallinn þegar þið voru í tökum á fóstbræðum? Hann var oft bara mjög spes. Hann var ekki alltaf góður eða? Nei. Allir vinir í dag. Já, þetta voru átök. Það er nefnilega, ég veit ekki, það sko mjög sko svona þegar við vorum að skrifa þetta og svo framvegis þá var þetta algjör snilt sko eða þá var stemmingin góð sko en svo ofta í þessari pródúksjón sem slíkri gat þetta oft verið alltaf svona tekið á sko en voru menn þá að rífast fyrir berjast fyrir sínum sketsum að það finnist þetta að finna það sem hinn skrifuð það kom fyrir sko sem var reyndar mjög skemmtilegt kreatíft ferli sko og en þetta gat alveg hort til leiðinda en þegar maður ég hef alveg sko hort á fóstbræður og hugsað þú veist hvaða leiðindi voru þetta behind the scenes oft sko og því að maður sá það ekki fyrir framann. Nei, maður var ekki varfið það sem áhorfandi. Maður var ekki varfið það og en nei, þetta voru engin alvarleg leiðindi, þetta bara svona við vorum náttúrulega bara ung og vittlaus sko. Hvað ertu gamall þegar fyrsta fóstbræðarserían tekin? Ég er svona 27 ára eða fleis. Og tvíhöfði byrjar eftir á svipum tíma, ekki? Ertu 26 ára þú ert að byrja? Tvíhöfði svona 26 ára, og ég er kannski við erum þarna að nálgast 30 þegar við gerum fyrstu fóstbræðarseríuna sko. Saknar þess tíma? Tvíhöfða og fóstbræðara? Nei, og vera út allt? Ég sakna einskis. Okay. Þannig að það var ekki eitthvað sem að ég myndi ekki vilja fara aftur til þess sko. Nei. Það er bara engin og ég hef ekkert mikið fæ ekkert voða mikið út úr því að horfa tilbaka sko. Nei, græðir ekkert á því? Nei, græði ekki, ég meina, þú veist, það bara er ekki þar sko. Ég er meira að hugsa fram á veginn sko. En nú ert að skrifa þættafullu, ertu ekkert að fara að hendi einhverja bíómynd? Það er náttúrulega alltaf verið að hendi einhverja bíómyndir það sem ég er að vinna er VFK Studios og en ég er sjálfur svona hef einbeitt mér að sjónvarpsseríum sko, mér finnst það vera þú veist, það er ekkert
Þetta oft hugsað svona sko. Þú veist, já, þú ert nú meiri kallinn alltaf í sjónvarpi en á ekki að fara að gera bíómynd eins og það sé einhvern veginn æðra form sko. En ég ekki alveg tilbúin að skrifa til það. Nei. Ég hef dálítið gifst þessari hugmynd sjónvarpsseríuna. Það er bara líka fýtt þar. Mér þykir afskaplega vænt það sko. Glæsilegt. Þá vitið það að það hefur verið rætt að gera nýja fósbræðraseríu en aldrei farið í það. Rætt sko. Þú veist, einn maður talar við annan og það er stundum eitthvað rætt en það er yfirleitt sleið út af borðinu mjög fljótt. Ok, því miður fyrir okkur aðdán, en hér er sérstakt óskalag sem heitir Hold Up fyrir sérstaklega mannesku. Þetta er Beyoncé Knowles. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? A moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. .is í samstarfi FM 957 boðar til stærsta stefnumót sögunar. Föstudagskvöldið 3. júní milli klukkan 21 og 22 en þeir sem að taka þátt geta nælt sér í stórglæsilega utanlandsferð fyrir 2. Allir þeir sem að sækja sér engamál.is appið vikuna 30. mæ til 3. júní tengjast og matsa við FM 957 eiga möguleika á glæsilegum aukavinningum. Svo sem stefnumót fyrir 2 í Reykjavík, bíóferð, út að borða, leikhús og spa, svo eitthvað sé nefnt. Stóra stefnumótið verður svo föstudagskvöldið 3. júní en allir þeir sem eru tengdir milli klukkan 21 og 22 geta nælt sér í glæsilega utanlandsferð fyrir 2 til Barcelona með WOW Air. Dregið verður út daginn eftir í beinni útsendingu hér á FM 957. Hlustaðu á FM 957, sæktu engamál.is appið og taktu þátt í stærsta stefnumóti Íslandssögunar. Í fyrsta skipti á Íslandi er hægt að fá endalaust internet á aðeins 1.000 krónur á mánuð með öllum helstu sjónvarpsbókum 365. Þú þarft ekki að setja það inn í flókinn heim fjarskiptana. Einfaldaðu dæmið og tryggðu þér áskrift núna í síma 1817 og fáðu endalaust internet. Háskólanám í líftækni við Háskólann á Akureyri með áherslu á sjálfbæra og arðbæra nýtingu auðlinda. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Nú er það vorverkin, þar á meðal að gerast áskrifandi að lottotölum. Nú stefnir potturinn í 34 milljónir sem þú vilt ekki missa af. Lottó, leikurinn okkar. Ert þú búinn að prófa Infinite Shine naglulökkin frá OP? Þú þarft engan hitalampa og færð alvöru geláferð sem endist í alltaf 10 daga. Það er opið hjá okkur til klukkan 11 öll kvöld. American Style. Vilt þú hafa áhrif til góðs? Skráðu þig sem boðbera hreyfingar í hreyfiviku ÖMFI dagana 23. til 29. mæ. Kynntu þér allt vikuna á umfi.is. Paramount Kino. What's happening out there? There's a robot samurai. Donatello, Rafael, Leonardo og Michelangelo koma í bíó 1. júní. And whatever that thing is. Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows. I still don't know what you're saying. Frumsýnd 1. júní. Höfða bílar til þín. Höfðabílar.is. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það er hárréttar, Keiluhöllin Egilshöll sem að færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum kærlega fyrir það. Ertu keilumaður, Sigurjón? Já, ég mistar í keilu, sko. Ertu góður svona grínlust? Nei. Þú ert ekki keilutýpan að sjá? Ég er mjög góður þegar að, sko, grindverki er uppi, þannig til setur í rennurnar? Já. Ég á það til. Já, ok.
Ekkert, ég dæmi ekki. Það er ekkert að því. En það er komið að sturlum staðrendum hér í FM 95 blöð. Nú ætla ég að nýta með það að Steindi og Egill eru ekki hérna. Því að þeir voru komin með leið á þeim. Ég er langt frá þeir voru komin með leið á þeim og ég vona að hlustendur séu það ekki heldur. Og ég er með 10 staðrendir og það eru allar, og þetta er svona useless information. Skilur, en þetta er allt satt. Sturlaðar staðrendir. Og hvað viltu að ég geri? Bara hlusta og svo ræðu þær. Já, fyrsta sturlaða staðrind dagsins. Það er 28 ára kóruubúi að nafni Lee Jin-ju sem að varð ástfanginn af kodda sínum sem er svona líkamsstærð og hann giftist kodda sínum. Og ég fór að lesa með þess til þetta og þetta er víst algengt þarna í Kóreu að menn eru að kaupa svona kodda, það er andlit og líkami og svona á þessu. Og menn eru að faðma þetta þegar þeir fara að sofa og þessi ungi maður, hann var bara ástfanginn og giftist koddanum sínum. Já, erum að tala Suður-Kóreu. Já. Ég varst hann að mátta þetta í norður. Suður-Kórea er náttúrulega spes land, sko. Já, ég meina Norður-Kórea er mjög spes en hérna Suður-Kórea, ef þú hefur hort á kvikmyndir frá Suður-Kórea þá gæmi þessi staðrend þér ekkit sérstaklega óvart. Nei, þá er hún ekkit sturluð. Nei, ekkit svo. Nei, ok. Varst þú típa, varst að sofa með bangsa til dæmis og svona? Já, eitthvað smá, en ég var hins, já sko, ég nefnilega identifera dálítið vel við þetta, vegna þess að ég var dálítið í því að slást við sængina mína. Ok. Það var dálítið spennandi, hún var mjög aggressív, þessi sæng sem ég átti, og réðst á mig gerðan. Ok. Og ég bara þurfti að hafa mig allan við til þess að sko hafa hana undir sko. Þú þurftir að berja tilbaka? Byrjuðu gerðan mótnanir á þessu sko. Já, slást við sængina? Já. Já, og svo var það næsta. Móðir Bono lést í jarðaför pappa síns eða afa Bono þegar hann var 14 ára. Já, byrju nú, hún lést í jarðaför pappa síns eða afa Bono. Ég skil, já. Wow. Þegar það var að jarða af hans að þá dó mammans. Dálítið svona Já, þetta er svolítið vond. Dálítið hart. Já, bara hart að heyra sko. Er það þess vegna sem Bono er svona trúaður? Já, ætlaði ekki. Ég las líka hérna, ég las ekki, ég sá viðtal við Liam Neeson hérna, náttúrulega hann misti konuna sína og þá var hann einmitt að segja að Bono hefði verið rosalega hérna góðið við börnin sín þegar hún lést og sagðist að það var gengið gegnum þetta sjálfur og það hjálpaði maður gríðarlega. Já. Þeir eru góðið vinir, Liam Neeson og Bono. Það er svo mikið kærleikur hérna á Írlandi. Já, segðu. Svo er það Beats heyrnartólinin, hans Dr. Dre. Áttu svo leiðis? Heyrnartól? Já, þetta eru svona Beats, þetta er eitthvað voða þekkt merki. Já, þau ekki sko. Þau kosta $14 í framleiðslu en seljast á $450. Já. Það er ágætis hagnaður. Já. Ég held að hann sé alveg að ná inn einhverju. Já, hann seldi þetta daginn. Ég held að Apple hefur verið að kaupa þetta fyrir einhverja milljarða og þess vegna er Dr. Dre orðin sá allra ríkasti af þessum röppurum. Doktorinn? Já. Læknirinn. Já. Í rappinu. Svo er það glæparhingurinn í Mexiko eða drug cartel í Mexiko þénar $29 miljardar á ári eða svipað á Google. Já, maður. Þetta er ágætis peningur. Hressandi að út í Mexiko. Já, þeir eru hressir. Hefur þið séð myndin hana Sicario? Já, hún er mjög góð sko. Hún er eitthvað frábær. Já, hún er alveg geggjuð. Fjallar einmitt það. Hérna, það er líka sko, þessi menn eru búin að bara setja göng til LA bara út allt og þetta er alveg borgarstjóri Sicario. Já. Hann var dálítið leiður yfir þessari mynd. Sem mjög skrítið. Og vildi talda því fram að hún væri nú ekki svona hættuleg þessi borg, nei. Og hún hefði skánað mikið á þeim 2 árum síðan að atburðinni sem myndin byggir á gerðust. Já, þetta er það er aldrei vitan að maður fara með fjölskyldunum þannig að kíkir núna. Já. Svo er það kvikmyndin Godzilla, ekki fannst mér hún góð en í myndinni Godzilla með honum hérna Matthew Broderick sást Godzilla aðeins í 8 mínútur af þeim 100 sem að myndin er. Þannig að menn voru svolítið að spara. Býtu, hvaða Godzilla er þetta? Síðasta Godzilla? Já, þetta er þetta myndin, mannst ekki, hann rappaði hérna, vinnur okkar hérna sem að safna bílum og I'm going deeper underground, hvað heitir hann hérna? Já, ég sá einhverja Godzilla mynd fyrir 2 árum síðan, sko. Já, ok, það komið ný, þetta er þá hinn örgulega. Já, þetta er örgulega hinn, sko. Já, ég var nokkuð ánægður með þá Godzilla mynd, sko. Nýju? Já, ég svað reyndar stóran hlut af henni, sko. Þess að ég var að koma úr flugi og eitthvað.
Ég var að leita nafninu Jamiroquai, hann var með lagið hérna inni. Hann glataður maður. Já, það var eitthvað heist frá honum lengi. Svo það Nicole Kidman, hún með ofsahræðslu á fiðrildum. Hún hræðist fiðrildi meir en allt annað í lífinu. Já. Og það mjög skrítin hræðsla, finnst mér. Já, sko, hún náttúrulega hefur gengið gegnum allt Nicole. Já, og Tom Cruise og svona. Tom Cruise og vísindakirkjan. Já. Það búið að vera svakalega erfitt fyrir hana, sko. Ég sá hana einu sinni á leiksviði. Ok. Og ég sá rassinn á henni. Já. Yes, var sýningin góð? Bob. Ég man bara ekkert eftir því. Ok. Svo það hér, menn sem kissa konurna sína bless áður en þeir fara í vinnuna finna fyrir minna stressi við daginn og eru ólíklegri til þess að lenda í bílslýsi. Þeir kissa konurna sína áður en fara í vinnuna? Já, kissaði konurna sína bless á mótana. Ok. Já, ertu í því? Kissur þú konurna sína bless áður en Ég reyni það. Já. Ég er að gera meira af því. Já, þá ertu svona afslappari við daginn. Þá er ég tryggari með þetta. Bæði örugari í umferðinu og er svona afslappari. Já. Það eru 2 eftir. 60% kvenna myndu ekki bjóða karlmanni á stefnumót af fyrrabragði. Nei. Það er vilja sem sagt að karlmaðurinn bjóði sér á stefnumót. Það er nefnilega, það er hættulegt, sko, að vera kona. Og vera með einhverjum svona rísa, skilur þú veist, þetta er stór hættulegt að fara á date, sko. Já, en finnst þér... Það er að taka mikinn séns. En er eitthvað skrítið þó að hún myndi bjóða þér á stefnumót en ekki öðvöld í byrjun? Er það skrítið? Já. Já, ég held að það er mjög skrítið. Já. Þess að ég er nú frekar stór karlmaður, mjög ókveikjandi, sko. En ég veit það ekki. Ég held að konur séu meira hikandi bara af því að það bara er ekki dofsalega góð reynsla að fyrir konur að fara á einhver date með karlmönnum, sko. Hvar var fyrsta stefnumótið þitt og konu þinnar? Manstu það? Böðst inn í bíó eða út að borða eða? Þetta við erum að einhvern veginn að leita mjög langt aftur í. Já, en ertu rómatísk típa? Nei. Nei, fljótt svara. Þú ert ekki rómatískur. Já, svona ég sýni það allavega á einhvern annan hátt heldur en þennan staðlaða, sko. Já. Ok, og þá er það síðasta stutlastarið dagsins. Fjarsambönd endast í 4,5 mánuð að meðatali. Já, einmitt. Ég held að það er mikið alveg sen, sko. Já. Fjarsambönd og svona fjarbúð, sko. Alltaf, fólk er alltaf eitthvað að segja að það sé rosa sniðugt, sko. Mæla með því og eitthvað. Það er ekki, ég held að það muni aldrei ganga svona til lengdar, sko. Nei, allavega, já, í 4,5 mánuð, segja þér. Sást hvernig fór með Woody Allen og Mia Farrow. Já. Það var ekki að virka, sko. Nei, ég held að séum samt ekki allir í sama pakka á hann. Nei. Hann giftast dóttir sinni. Einmitt, já. Það var eitthvað annað. Já. En þetta voru sturlaða staðrendir hér í FM 95 Blu eftir, góða pásu, náði að lauma þeim hérna inn. En þetta, maður sé hvað, já. Við vorum sammála, þú var sammála því með 60% kvenna. Já, ég er alveg sammála, sko. Konur er bara ekkert að vera að bjóða mönnum á date, sko. Ok. Lock me outside, praying for the rain to come, bone dry again. Guess it's true what they say, I'm always late. Þetta er David Guetta og Emily Sande hér með What I Did For Love. Fínasta lag, en þar sem að Sigurjón Kjartansson er nú hérna með mér í stúdíónu og er, annar hlutin af tvíhöfða, annað höfuðið. Þá langar mig að spila hérna einn skett sem er líka miklu uppáldið mér og heitir Offeitusjúklingur. Manstu þetta honum? Já. Og þetta ég mæti bara að segja ég mani því, manstu þú að hérna já, sko ég náttúrulega ég hlustaði á tvíhöfða á hverjum einasta mótni og ég var með þess að koma þegar ég var að vinna í Vurt, þá var ég að koma með hlut handa ykkur í stúdíóið og ég var með rómar í þetta ég var sko ég var fan nummer 1 og þetta bjargaði deginum alltaf fyrir mig, sko. Það voru þessi margir búnir til ungir grínistar sem að urðu síðan ofsa frægir sem voru bara hlustaðu tvíhöfða. Já, þetta var hlustaðu á hverju mótni. Hugleikur Dagsson. Já. Hann byrjaði sem sigurvegar í alls konar kvikmyndageturunum. Já, ég man þegar hann var alltaf hjá okkur bara í spjalli og sem gestur. Já, það varð svona kvikmyndagaggrinandinn okkar. Já.
og svo bara hægt og rálega var það bara hugleikur. Já, og byrjaði að teikna þarna fyrir eitthvað þætti og annað sem voru á pottið í sínum tíma. En hvenær fannst þér svona skemmtilegast í tvíhöfða, ef við förum út í það? Var það þegar þið voruð bara í byrjun og voruð ekki á X-inu alltaf fyrst? Jú, við vorum þar, svo sé. Það var svona stemming að vera í þarna dúfnakofanum, svo kallaða. Sem nú orðin þarna hluti af hótelinu þarna Skáhalta móti Hjálpræðisernum. Aðsalti. Það var eitthvað, það var svona hús sem var eiginlega alveg að hrynja, sko. Og og við vorum þar í einhver 2 sumur, sko. Svo fórum við í Mokkahöllina, það var mjög spennandi, sko, því að maður hafði svona útsýni yfir Ingólfstorg og það var hæg heimatökin að fara á vettfang, sko. Njúsna fólk og í beinni útsendingu. Það var spennandi, við bara fundum einhverja konu bara sem var að vappa í sakleysi sínu Hafnarstræti og og bara fara í beinni útsendingu og eltana. Jón eltana og bara, hún komin inn í Eimskip, hún komin inn í Eimskipahjólashúsið. Hann fór inn í lift og eftir inn og eitthvað. Bara stolkaði hann. Hún vissi aldrei að hann var að elta hana, sko. Nei, en þetta allt í miklu uppáldum mér og ég ætla að spila í mitt eitt tvíhöfðaskets sem að heitir Offitu sjúklingur. Við skulum hlusta hér aðeins. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú þá? Allt hljómandi, þakka þér fyrir. En þú? Ég segi allt gott. Ok. Glæsilegt. En ég fór út í búð í gær. Já. Og keypti mér svona sætsúpu. Já. Og brauð stykki. Já. Og svo keypti ég mér súkkulaðistykki. Já, nú skemmtilegt. Ég keypti mér súkkulaðistykki. Já. En ég ekki búinn að bara ennþá. Nei, hvernig stendur á því? Verðum maður ekki að passa upp á línurnar. Já, það það, blessaða línunar. Ég veit ekki hvort ég má við þessu. Ég 256 kíló. Já. 256, já. 256 kíló. Já, þá náttúrulega nú súkkulaðistykkið kannski þá því nú kannski ofaukið. Já, mér langar að halda yfir mig. Já, endilega. Fara að borða svona epli kannski og svo leiðis á kvöldin í staðin fyrir snakk og súkkulaði. Já. Ég fekk mér epli í gær. Já, það flott. Borðaði 3 poka af eplum. Já. Og en það væri svolítið gaman að vera fitt og flottur núna í næsta sumar. Já, endilega reyna það. Já. Ég veit ekki að ná að mér nema svona 180 kílóm. Já, einmitt. Það er að vera helvítið mikilvæg. En það má ég ekki vera á með súkkulaði. Nei. En þú þarft að hreyfa þig? Ég verð að gera það. Og hætta að drekka kók. Já, en hvað ætlarðu þá að gera við súkkulaðistykkið? Ég ætla að borða það. Nei, það? Nei, ég ætla að enda því. Ég ætla að borða helmingina því og svolítið að enda því. En ég veit ekki, ég hef viknað svolítið. Já. Núna síðast árið. Og ég held ég drekk líka svolítið mikið kók. Já, þú verður að passa þig á því. Já, ég ætla að minnka það. Ég var að drekka 8 lítra kóki á dag. Já. En ég er búinn að minnka það helming. Ég held að ég geti orðið helvíti fitt og flottur. Já, ég vona það. Sannarlega. Gangið er vel. Já, takk fyrir. Þú segjum það? Það er svo blessa.
Verður þú með okkur á heitasta staðnum í sumar? 10 stöðvar, 4 sundlaugar, aðeins 6.840 krónur á mánuði með 3 mánaða binditíma. World Class, það sem hjartað slær. 23. til 29. mæ Legóvika. Alla stóra pizzur á Matseli á 1500 ef þú sækir Ögli, Kópavogi, Smiðjuvegi 2 og í Langarima. Með já.is appinu finnur þú stystu leiðina til fólks og fyrirtækja. Sæktu appið á já.is. Það kostar ekkert. Já svarið. Verið velkomin í fjörið á IKEA Festival. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna helgina. Sirkus Íslands, leikhópurinn Lotta, ókeypis grillaðar pylsur og gos og margt fleira. Ókeypis brönns á veitingastaðnum frá 9:30 til 11. Kíktu á dagskrána á ikea.is. Við hlökkum til að sjá þig. Slys geta breytt aðstæðum í líf okkar. Það kostar ekkert að kanna þinn rétt. Hafðu samband. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Nú það vorverkin, þar á meðal að gerast áskrifandi að lottotölum. Nú stefnir potturinn í 34 milljónir sem þú vilt ekki missa af. Lottó, leikurinn okkar. Miðasala í fullum gangi á tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 12. júní á miði.is og í Gallerí Ósón Selfossi. Tryggðu þér miða. Það nákvæmlega ekkert að veðrinu inni hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Come and get it í FM 95 Blö. Við Sigurjón Kjartansson eru konum með góðan gestinga í stúdíu. Hann heitir Sölvi og Tryggvason. Vertu velkomin, Sölvi. Takk fyrir auðvitað. Hvernig hefur það þennan föstudaginn? Ég bara fín. Ekki? Jú. Nóg að gera hjá þér? Já. Nú talar það að vera að bugast. Nei. En bara Sigurjón þekki nú bíómyndagerð. Jú. Ég mun aldrei horfa hana sömu augum eftir þetta. Nei. Það bara þannig. Það ber meiri virðingu fyrir kvikmyndagerða fólk eftir að hafa prófað þetta maður. Já, og fyrir þá hlustendur sem hafa kannski ekki fylgst það vel með íslenska landsliðuna, þá að koma út bíómynd sem heitir Jökullinn logar. Algjörlega. Og þeir eru múin að fylgja bara íslenska landsliðinu og allt þetta prósess, hvernig þeir komist á EM eða ekki? Jú. Frá fyrstu mínútu bara. Það má segja það, já. Ég fekk þess að hugmynd sumars 2014 og tók fyrstu viðtölum fyrir leikinu móti Tyrkjum, fyrir fyrsta leik. Okay. Og svo var svona smá aðlöguna tímabil, bara prófa okkur í fyrstu utanarsferðinni, hvernig það væri að hafa aðskotarhluti í hópnum og þannig að Sævar leikstjóri var ekki með mér í þeirri ferð, heldur hafði ég bara aðgang að kamerumanni, en síðan frá og með eftir þá ferð þá hittum við bara hópin í hvers skipti sem að þeir komu saman og voru með þeim alveg þangað til þeir kvöddust. En maður ekkert vesen að fá leyfi eins og hjá KSÍ og þjálfurum landsliðsins að vera svona, ég meina þeir náttúrulega ekkert að fíblast í kringu það, kannski verður erfiðara fyrir okkur að gera þetta, en að vera alltaf svona á staðnum einhvern veginn og að vera ekkert... Jú, eins og þeir sem hafa eitthvað fjallað fótboltan þekkja eru gífurlegt regluverk í kringum þetta, alveg það bara endalaust að línum sem að vanalega má enginn fara yfir og ef þú ætlar að ná áhugaverð efni þá þarf það að fara yfir allar þessar línur. Þannig að það voru fyrst fundir með KSÍ og svo þurftu Heimir og Lars að samþykkja þetta og það tók smá tíma að ná þeim En mér þykir þið góðir að fara, hvað er þetta, 2014 þá hafði engin trú á neinu að íslenska landsliði kæmist neitt, var það? Jú, ég. Ekki sérstaklega eftir að hafa búið að draga í riðla líka, sko. Við fengum svo hræðilega riðil, náttúrulega tæpur að fara að HM hérna undan. Já. Þannig að liðið var á siglingu, en riðillin erfiður sem við fengum. Já, hann var gríðarlega erfiður. Já, þannig að þetta var svona, það var neitt bjastinni. Ég meina, þú hefur trú á þessu, en ég meina, var þetta ekki vesen að koma þessu í kring? Já. Hvernig þá mennur við? Já, ég meina, gera mynd þetta. Þú veist, menn að tapa alltaf. Jú, ég var með peningamenn og svona, kostaði þetta ekki pening og svona? Jú, pening. Þetta er þetta góða punktur á Sigurinn, það er engin nefnt að fara myndin í bíó og það hefði þetta æfintir ekki farið svona. Já, mjög góða punktur. Þannig að þið voru að taka séns. Ég vorum að taka helmingi séns og ég var alltaf með plan B, þú veist alltaf að segja það núna, plan B var auðvitað alltaf bara ef að liðið hefði ekki farið áfram og þá hefðum við hendið einhverja undanrænu mynd bara.
Og hver undarinu mynd? Ég meina bara ódýra, einhverja stutta ódýra sjónvarsmynd. Því þú veist, það er ekki... Lélega landslið. Þegar ég var að byrja þetta, þá var alltaf eitthvað svona fólk sem vildi hljóma vel sem, já, þetta verður náttúrulega alltaf áhugavert, þó þeir fara ekki áfram bara að fá þessa innsýn, en auðvitað vissið hefði enginn haft áhuga, það verður ekki bara áfram. En þú valdi tíman, Ísland fyrir á stórmóti í fyrsta sinn og þú vart bara, já, topp efni frá söllu. Já, og ég vona okkur sé bara að takast að búa til býsna fína mynd og ég ánægður með útkomuna. Hvenær kemur myndin? Hún frumsýnd í næstu viku, föstudaginn næstu viku. Já, bara í bíó? Já. Og hvaða bíó? Öllum bíó landsins? Nei, hún fer í Háskólabíó og Smárabíó og svo verður hún á Akureyri, Borgarbíó Akureyri. Ok. Til þess að byrja með allavega. Já, þannig að þetta ætti að koma okkur Íslendingum í svona, já, Eurogír, Evropamótsgír. Algjörlega. Ekki Eurovision gír. Nei, hann döður. Það búið. Allir konum með leið á því. Já. En svona Europe Finals gír. Já, þetta ég hlutdrægur, en ég held að það sé öðruvís að horfa á leiki íslenska liðsins ef þú ert búin að horfa á þessa bíómynd. Já. Það þannig, þetta gefur ákveðna innsýn inn í liðið. En nú ert þú sem búin að vera þarna með þessu liði í 2 ár. Já. Hverju viltu spá? Hvernig mun okkur ganga á það? Gengið þeirra þarna í Förum við upp úr riðlinum? Ég búin að vera, þeir eru alls ekki að fara þarna til að vera með. Nei. Bara alls ekki. Nei, ok. En auðvitað, fyrsti leikurinn dálítið krúsjál. Portugal? Já, ef að Ísland nær einhver úr fyrsta reynum, þá fara þeir upp úr riðlinum. Já. Ég fulltrúi það. Já, algjörlega. Var eitthvað sem komður á óvart líka? Kláraði? Já, þeir mega ekki tapa stórt í fyrsta reynum. Það er þið vond. Það er mjög langt síðan þetta lið hefur tapað stórt í alvöru leik, en ég hef alveg trúið að þeir getur farið upp úr þessu riðli. Ég held að. Gott að heyra. En var eitthvað sem kom þér á óvart? Einhverju leikmenn sem voru öðru í sem þú helst, eða hvað kom þér svona mest óvart við gerðmyndarinn? Já, ég var ekkert svo sem kannski búin að búa mig til einhverja rosamikla skoðanir, en þú veist, það eru þarna auðvitað, svona ákveðna grúpur inn í liðinu, þó þessi allir góði vinnir, að þá svona þekkjast sumir betur en aðrir og ég hafði mjög gaman að rússunum, Ragga Sig og Sölva Geir, mjög skemmtilega týpur og svolítið svona öðru vísi heldur en svona þú ert með, þetta er rútan, við erum með svona senur sem sína rútuna til og frá æfingum og allt þetta, rútan gefur dálítið góða mynd af þessu, það er svona eins og var í skóla í gamla þetta, óþækubönnin eru aftast. Já. Það eða náttúrulega sumir þeirra fara ekki með á lokamótinu, en þar voru Eiður, Gulli, Aron, svona gaurarnir í liðinu. Já. Og svo svona verða menn feimnar eftir því sem þeir framar í rútuna. Ok. Ég settist bara í liðinu á Þorgrími, Væskið, og hvernig hún er sýnd næsta föstudag og bara hvetjum alla til þess að fara í bíó, við minnum á þetta næsta föstudag og svo bara, áfram Ísland, ekki? Heldur betur. Gaman að fá þig hérna, Sölvi. Takk fyrir. Og eins og ég segi, hvetjum alla til að fara í bíó. Hér er Ama Ba Dama, veit ekki hvort að þau fara í bíó, en þetta er alltaf gott lag og heitir Æ Æ Æ, vonum við segjum það ekki eftir. Eins og við sögum Ama Ba Dama með lagið Æ Æ Æ, en það er bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð í dag. Já, er þetta búið bara, já? Já, þú ert bara laus, Sigurjón. Já. Steindi þurft að kveðja okkur hérna rúmlega 5. Við erum búin að standa vaktina til 6 við Sigurjón. Og sannur heiður að hafa þig. Takk að þér fyrir. Virkilega gaman að fá þig hérna. Já, ég er bara nokkuð ánægð með þetta. Það var svona kósí frekar, sko. Já, þetta var voða þægilegt hjá okkur. Já. En við verðum bara þakka fyrir hlustunum í dag. Við verðum mættir hér næsta föstudag. Nei, við verðum ekki hér næsta föstudag. Nú verðum við ekki hér næsta föstudag. Ég, Egill og Steindi verðum á Ólafsfirði í beinni útsendingu það. Hvað verð ég? Ég veit ekki hvað það gera næsta föstudag. Þú getur komið með okkur Ólafsfjörð. Nei, en við verðum þar í beinni, það er sjómannahelgin og við verðum líka með ball þar kvöldið, þar sem verður mikil stemming, Sverri Bergmann og Bent verða með okkur, þannig að ef þið eru fyrir norðan, hvort sem það er Sauðárkrókur, Dalvík, Akureyri eða á Ólafsfirði eða Siglufirði, þá eru þið að fara að henda ykkur á Ólafsfjörð næsta föstudag og bara kíkja á okkur, við verðum þar í beinni og svo með ball og þar verður þetta hérna meðal annars tekið. En takk hjálpa fyrir hlustunum í dag og Sigurjón aftur, takk fyrir mig. Já, takk fyrir mig.